Reykjavík síðdegis. Klukkan vantar nú 9 mínútur í 5. Sem aðeins nú að okkur að vannýttum auðlindum, við höfum nóg að þeim. Já, það er fyrirtæki sem að framleiðir vöru sem heitir Berrien. Þessi vara er full af þörungum og nú eru menn svona, það er alltaf að opnast augum manna fyrir því hvað þörungar eru hollir fyrir mannstjafnina. Steinar P. Aðalbjörnsson hjá Matís er á línunni, sæll. Sælir. Hafið þið eitthvað rannsakað þörunga sviðið? Já, heldur betur og þá sérstaklega brúnþörungin sem er ein tegund og hann finnst svona, já, mestu leiti í til dæmis bólufangi, hrossaþara, klóðfangi og stórþara. Já. Og hann er nefnilega í kringum landið á mjög mörgum svæðum og sem dæmi þá heyrði ég nú bara í síðustu viku að lífvirkni í Breiðafirði, það magn sem er þar af bæði af þaraþangi er álitið vera í kringum 1 milljón tonna bara í Breiðafirðin. Þannig að við erum að tala alveg rosalega flotta auðlind en Matís hefur nefnilega mitt skoða brúnþörunginn undanfarin ár og hann er alltaf áhugaverður. Auðvitað eins og með svo margt annað þá þarf að rannsaka þetta betur en það lítur mjög vel út með þetta og til dæmis þá höfum við verið að skoða ef maður setur þetta í matvæli hvort að það geti aukið stöðuleika matvalina og bragðgæði og næringagildi og það sem að mér finnst þú reyndar áhugaverð sem næringafræðingur og tengist kannski Matís ekki neitt er að íslenska þjóðin, eins og við höfum ofta rætt í þættinum, íslenska þjóðin hefur verið að fitna. Getur það verið hugsanlega vegna þess, og nú spyr ég, vegna þess að við erum ekki að borða nægilega mikið af sjávarfangi og þar með talið, já, síðan 100 ár ekkert af þessum þörungum eða þar á þangi, en sjáðum til, í þessum vörum eða afurðum er einmitt talsvert mikið af jóði. Og ef okkur skortir jóð, og nú er ég ekki að segja að Íslendingur skorti jóð, en það getur verið að þetta sé einhver svona þáttur sem hafi áhrif. Ef okkur skortir jóð, þá hefur það í raun og veru letjandi áhrif á skjaldkirtilinn og skjaldkirtilinn er eitt af þeim líffærum sem að ber hvað mesta ábyrgð á brennsluhæfni líkamans. Já. Það hægir á brennslunni þá. Já, þetta er spurningin. Hefur þú persónulega reynslu af þörungum? Já, það er alls konar í gangi með þessa þörunga og sitt síns hverjum og eins og ég sagði hann að við erum eftir að skoða þetta betur með rannsóknum en ég hef verið að svona færa mig på skaftið með að borða þessa þörunga og fyrir mig persónlega þá trúi ég því að það hafi jákvæð áhrif á mína líkamsstarfsemi og hérna mér allan að líður mjög vil í dag hvort en sé út af þessu einhver öðru en ég held bara að við höfum þetta hérna hjá okkur, bara í nánasta nær umhverfi og við eigum að gera meira af því að nýta okkur þetta. Þetta var í fæðu Íslendinga hérna áður fyrr og við eigum að koma þessu aftur inn í. En er ekki, þú nefnir þannig að gríðast magn í Breiðafirðinum, en er þetta ekki vandmeðfarin vinnsla? Þar að segja, er hann ekki lengi að vaksa? Þetta er náttúrulega búið að vera kjört í sjó langan aldur. Maður har stundum heyrt af því að gírugir svona menn sem að vilja ráðast á taka auðlindina með trompi að þeir klára hana. Jú, það hefur nú oft verið þannig og það er nú ekki nema nokkur ár síðan að ákveðin auðlind var tekin og ryksuð upp. En það er það menn telja í Breiðafirðin sé þarna í kringum 1 milljón tonna og ef ég man rétt að þá eru menn að nýta núna einhver 5 til 20.000 tonn. Ég þori ekki alveg að negla þetta 100% og það tekur hvert svæði sirka bát 4 ár að endurnýja sig. Þannig að það eru alveg tækifæri til að gera þetta á mjög svona sjálfbæran hátt ef þau eru að spyrja því. En það stendur fyrir dyrum með það ekki, Steinar, það er þýskt fyrirtæki sem að framleiði vöru með þessum þörungum í. Jú, og fleiri vörur. Og fleiri vörur. Þeir ætla að funda á Íslandi þetta ekki núna helgina? Jú, og það er önnur vara einmitt
sem er alltaf áhugaverð og ég verða ítreka það að við þurfum að sjá þetta með frekari rannsókn og niðurstöður rannsókna, en ég hef glímt við brjóskeiðingu í hné og hef verið að taka vöru sem að þeir eru að framleiða og það hefur gert mér mjög gott og ég get náttúrulega að tala bara persónulega fyrir sjálfa mig, en þetta ætla þeir að ræða helgina og Matís tengist þessu ekki neitt. Matís bara búin að vera að skoða hennar brúnþörung og brúnþörungurinn einmitt í einni vöru þessa fyrirtækis og það spurning hvort það sé möguleiki á samstarfi milli Matís og þessa fyrirtækis með framleiðslu á brúnþörungi. En þetta mjög áhugaverð ástefna, hún reyndar lokuð fyrir almenning en það verður opið fyrir alla klukkan 15:30 á sunnudaginn á Hótel Sögu. Þetta fyrirtæki heitir Berrien. Já. Eitt í lokin Steinar, þetta auðlind sem er við fótskör okkar hérna, Íslands strendur. Það hefur verið bent á það að við vanlýtt auðlind sem nú reyndar farið að vinna umtalsvert en það eru berin okkar. Já, ég nýtti hana í haust, ég týndi með öðrum einn 15-16 kíló og hérna, það bláberin, það eru stútfulla andóksunarefnum, engin spurning og bara góð út frá næringagildi, það eru vítamin og steinefni í þeim líka og hérna, það nú gaman að tala það, menn á oft spurt eru við Íslendingar ekki eins og lífverurnar okkar hérna, það sé aðra lífverur eins og berin öll, eru ekki öll grjóthörð í gegn því við búum svo erfiðar aðstæður og menn hafa oft verið að spá í það, til dæmis sem er brúnþörungin, hann sé í raun og veru miklu meiri lífvirkni hér á Íslandi vegna erfiðara aðstæðna heldur en annars staðar í heiminum. Segðu mér eitt rétt eins og lokin að þau erum að falla á tíma. Berin, þegar þau eru fryst, missa þau þá eiginleika sína? Nei. Þannig að þegar þú tekur frosti að þá eru ennþá þessi andóksunarefni og Já, það má sannsvegar að færa eitthvað náttúrulega með aldri matvöru, þá rýrt núna eitthvað en það á ekki að skipta miklu máli. Ég ætla að færa með góður í samvisku hverjum einasta mótni gattfriðin ber úr Borgarfirðinu. Steinar B. Aðalbjörnsson, kæra þakki fyrir þetta. Takk sem leið.